yfirferð á sýnilaust fyrir verkefni 2 í vefforritun 2 árið 2018 en verkefnið snerist það að útbúa síðu með skráningarformi þar sem tekið við nafni, netfangi, kennitölu og einhverjum fjölda og einnig átti að setja upp stjórnsíðu sem nýtti gefna skrá users.js með einum notanda þar sem hægt að logga sig inn með notandanum og admin 123 og það hægt að skoða alla skráningar sem farið hefur fram í skráningarforminu ásamt því að vera geta sótt allar skráningarnar á CSV formi, comma separated value formi. Það átti að nota Postgres og Pug, skráða dependency packet station, hafa ESLint og StyleLint í gangi, npm start keyrir verkefnið upp og að lokum átti að setja verkefnið upp á Heroku. Það var örlítið útlit sem sett var með í þessu, þar sem var eitthvað form með villum þar sem eitthvað var í lagi, eitthvað takkur í skráningarsíða, innskráningarsíða, form og svo stjórnunarsíðan. Afskaplega fallegt og flott allt saman. Þetta sett fyrir mína lausn sem er alls ekki eina lausnin á verkefninu en er ein lausn. Þannig að ef við kíkjum á hvað að vera hér þá er svolítið mikið að skrám hérna og best að byrja bara á app.js, förum yfir hana en hér er sem sagt byrjað á því að sækja .env pakkan sem sér til þess að við lesum gildin hér úr þessari env skrá hérna, þetta ætti að vera af 2 og nýtir þessar breytur fyrir verkefnið okkar þegar við keyrum hana á okkar vél eða minni vél fyrir ykkur. Ef þið myndu setja upp þetta þá breytið þið þessari hérna slóð í eitthvað sem gæti verið eitthvað notandinn ykkar, notandi, lykilorð, localhost og nafnið á gaggargrunum hér. Þannig að við ættum að vista þetta og dottarinn sér að lesa þetta upp og setja þetta hérna í process.env þar sem við getum þá nálgast þetta eftir lyklunum. Við sækjum hérna það sem við þurfum til að nota forritið okkar. Hér er form síðan sem er með skráningarforminu. Hér er admin síðan sem lefur okkur að lesa þetta. Hér er passport uppsetningin. Við erum að nota passport local strategy úr því og við erum að nota þessa user skráð þannig að þess að eiga við notendunar. En ef við kíkjum bara rétt svo á hana þá er hún nákvæmlega eins og í síndæminu sem vísað er í hérna í readme-skjalinu í verkefnalýsingunni. Þannig að þetta verður hér. Þannig að hérna er users og þetta er nákvæmlega sama skráin nema það er búið að bæta hérna við nafninu á notandanum. Þannig að förum ekki nánar yfir hana en höldum áfram í app hérna. Við erum að nota session. Það notum við session secret hérna, þannig að þetta er leið til þess að vera ekki með eitthvað hardkóða gildi sem við þurfum að checka inn í projektið okkar. Þannig getum við breytt þessu hvar sem við erum að keyra verkefnið. Þannig helst myndum við bara vilja hafa þetta svona. En til að rauka við Heroku þá höfum við þetta svona. En í framtíðinni þetta var að sleppa þessu. Við setjum upp session, við setjum upp Pug sem view engine-ið okkar hér og það er hérna í views. Við erum með CSS okkar í public. Síðan fáum við hérna stillinguna fyrir það hvernig við sækjum notandan og berum það saman þegar við erum að logga sig inn með passport. Þannig að þá þurfum við að útfæra þetta stratt, setja ykkur username, password og callback fallinu done. Og hérna finnum við notanda með users. Ef að notandi finnst ekki, þá skilum við false. Annars skilum við niðurstöðunni úr því að bera saman lykilorð notandans við lykilorð sem var skráð. Ef að það er true, þá verður það hérna verður það því skila hér. Annars er það false sem verður það skila hér og hér. Og ef það kemur villa, þá sendum við það í villumeðhandlunum okkar. Við setjum þetta upp í passport, skilgreinum hvernig við serialisunum og deserialisum notandan niður í sessionið. Þannig að við geymum ID-ið og þegar ID-ið kemur upp, þá kostum við því yfir í notandan sjálfan aftur. Og við segjum síðan að appið okkar ætla að nota passport og þetta er uppsetningin á þá passport en síðan þurfum við login fallið fyrir neðan og það aðtöfa hvort við séum að þetta getið. Og hér erum við með
hjálpar middleware sem að setur í locals notandanafnið, þannig að við getum sagt halló notandi og hvort að við ætlum að sýna login eða ekki. Þannig að þetta er eitthvað sem við notum í view-unum okkar. Síðan höfum við hér hjálparfall sem er líka fyrir view-ið sem segir, sem athugar hvort að reitur sé invalid. Tekum við param og það getur verið sem sagt það eru eitthvað heiti á einhverjum parameter sem getur þá verið username, nei ekki username, þetta er það sem við erum að hérna beða fólk að skrá, sem er þá hvað var það, nafn, kennitala, fjöldi og eitthvað svoleiðis. Það tekur inn einhverjum af þessum skoðum þetta nána þegar við förum í það. Og í raun skila síðan hvort að það finnist í errors-hlutnum, eða errors-fylkinu sem kemur hér inn. Síðan höfum við login route sem að athugar hvort að við getum, hvort að sem birtir login gluggan okkar og það er hérna sem sagt nota login viewið. Þá ætlum við ekki að sýna login, þannig að það var það ólíkt því sem er hér. Þetta er í raun bara til að sleppa það að sýna innskráningarhnappinn í fætinum á innskráningarsíðunni af því að við erum á innskráningarsíðunni. Og hér athugum við hvort að í session séu skilaboð og ef svo er þá sendum við áfram til þess að birta þau. Hér höfum við sem sagt síðan hvað gerist ef við postum á þetta ráð. Þá ætlum við að nota authenticationið úr passport til þess að athuga hvort að við fáum innskráningu. Ef hún klikkar þá setjum við þessi hér skilaboð sem eru þau sem við munum birta hérna að þess að vitlaust notum við að lykilorð var slegið inn. Og ef að það feilar þá förum við aftur yfir á login síðuna. Ef að það hins vegar feilar ekki þá kallar þetta hér middleware í next sem þýðir að við förum á þessa hér síðu og redirectum það á /admin. Síðan höfum við logout-fall sem lögur bara logga okkur út og redirectur okkur á framöndan og síðan ætlum við að nota formið og ætlum að nota admin. Síðan höfum við hér not found og error handler, skilgreiningu á host og port sem við notum þá tökum úr environmentinu til þess að geta notað þetta á Heroku og það er appið. Ef við kíkjum þá á útlitið fyrir login formið þá er það svona, við höfum form sem postar og það er með nefndanafn, það er með lykilorð og ef það er eitthvað message þá er birt messageið. Þannig getum við keyrt þetta upp hérna, npm start og opnum náran, fáum þá upp þetta hérna og skoðum þá hvað gerist hérna með innskráninguna. Við gerum admin 456, innskrá, vitlaust notendafnlega lykilorð, admin 1, 2, 3 og við lokum stein. Og þá skulum við skoða hérna hvernig formið virkar. En formið nýtir sem sagt Express Validator til þess að validata inn gögnum sem eru send inn. Það notar XSS hérna til þess að passa upp á að við vistum ekki neitt XSS í grunninn okkar. Og hér er hjálparfall sem heitir Save to DB sem sér það að vista í grunninn. Formvalidationið er hér, það getur farið svo sérstaklega yfir það. Það bara er eftir forskriftinni og athugar hérna hvort name sé af nógu mikilli lengd og þá segir það má ekki vera tómt og svo framvegis. Ef við skoðum hver rátin eru, þá er það eitt get rát sem sækir hérna formið, það er eitt post rát sem að sér þá að posta á þeim gögnum sem eru birt í get rátinu og það er eitt thanks rát sem birti þá takk fyrir. Og það er einhver síða hérna sem heitir thanks og hún er mjög lítil, segir bara takk fyrir skráningu aftur á forsíðu. Þannig að þegar við birtum formið þá erum við í raun að taka gögn og segja þessu tómi hluturinn af því að við ætlum að nýta það aftur þegar við erum með einhver validation villu og það er titillinn á því er form og svo þegar við postum þá tökum við allar breyturnar úr body sem er þá við höfum aðgangað út af því að hér erum við að nota einhvers staðar body parser hér, já, þannig að þetta notar URL encoded body parser sem leyfir okkur þá að fá aðgang að hérna body í rec, en þetta er aftur svona object destructuring, þannig að þetta er það sama og segja rec body.name, en hér getum við
sótt öll gildin í einu og gefið þeim einhver uppáhaldsgildi sem við síðan getum athugað. Síðan passum við upp á að öll gögnin séu hreinsuð, þannig að við gerum þau gegnum XSS filter og við validatum öll gögnin með því að kalla þá í fall sem kemur frá Express Validator hérna uppi og það skilar sem sagt einhverju svona array fylgislíki og við höfum fall á því sem segir is empty og ef það er empty þá virkar þetta og þá getum við vistað gögnin, annars þurfum við að birta villunar og þá segum við hérna errors validation, já þetta er ekki einu svona arrayleiki, þetta er bara einhver hlutur, custom því yfir í array og sendum það sem errors ásamt data hérna, þannig hérna er data en hérna verður það sett með einhverjum gögnum til þess að við getum þá sagt þessi gögn eru vitlaus og við skoðum hvernig það er gert hérna. Þá hlaupum við hér í gegnum villu skilabúðin, þannig að ef við erum með eitthvað errors fylgi og það er ekki tómt þá birtum við hérna urlista með validation klassa, förum í gegnum alla villunar og búum hérna til label fyrir error param, þannig að þetta er þá þetta invalid fall sem við kíktum á hérna áðan, þetta hér, þannig þá er þetta þessi param hérna og síðan nýtir það er það nýtt hérna áfram til þess að segja hvort að þessi reitur sé invalid eða ekki. Þannig að ef hann er invalid þá segjum við hérna is invalid name errors og þá förum við og þá skilja true eða false og þá er það sett sem breyta hér sem er sendt inn í mixin, já, þess að smá reglugur hérna. Þegar við erum með eitthvað mixin sem heitir input sem gerir það verkum hérna að við getum búið til fleiri en búið til input með því að kalla í þetta fall. Þannig að þetta nýtir pug mixin sem eru svona eins og fall til þess að sleppa það að þurfa að skrifa út hér langan lista af inputum. Þannig að það tekur inn eitthvað nafn sem er þá labelið, name sem er typeið, gögnin sjálf, hvort að það sé invalid eða ekki og svo hérna er aukalega svona auka mixin inn í mixinið sem mann ekki hvað er kallað í pug sem lefur ykkur að breyta típunni úr því að vera text yfir í að vera hérna number. Þannig að mixinið lítur svona út, þannig að það lítur út eins og fall sem tekur þessi hérna gildi. Það athugar hérna þetta invalid, ef það er invalid þá setur það class aukalega sem er field invalid, þannig að þá er það field og field invalid. Svo er það label hérna sem er for name og það er hérna field input, type, attribute type eða text. Þannig að ef við fáum þetta type þarna sem var sendt, festum þetta og opnum formið, ef þetta type hér er sett þá er það notað, annars notum við text, id er nameið, nameið er nameið, þannig að það var það hérna nameið hér er name, nameið hér er email og valueið er value. Þannig að þá fáum við í raun það sem við erum búin að slá inn og það helst inni og við þurfum ekki að slá það inn aftur. Þannig að við skoðum hvernig þetta virkar fyrir sig, fyrir hérna að fá síðan á, sendum tómt, þá eru í raun allir reitirnir invalid og þá er hérna ídrað út þessu ul-lista. Ef við skrifum hérna nafn og sendum það, þá er það ekki lengur invalid og hér fáum við í raun öll invalidation villunar út af því að hér er verið að segja tvo hluti sem eru báðir ósannir þetta, netvangið þarf að segja. Þannig að við segja A, þá dettur út og það verður að vera tómt en það verður þá hérna, þá þarf að vera netvang. Þannig að gerum það rétt, gerum þetta rétt, gerum þetta rétt og þetta er sendt. Og þá sjáum við hvað gerist hérna í þessu er þá að það er að veitað hérna, þannig að save to DB er asynchronous aðgerð og það skilja promise og við getum að veitað promiseið og þá býðum við eftir þessu hér og síðan skiljum við redirect yfir á þakkasíðuna, þannig að við erum að nota þarna post redirect get patternin til þess að koma í veg fyrir það. Núna get ég refreshað þessa síðu án þess að senda ný gögn og við getum séð hér á stjórnsíðunni að þessi færsla mín bættist við hérna. En ef við kíkjum þá á það hvernig þetta DB virkar, þá er það í raun þannig að það sækir database urlið hérna úr environmentinu eða notar eitthvað sjálfgefið gildi ef það er ekki sett. Við erum að nota pkpakkan og
við erum hér síðan með þau eru UFL, eitt sem er SaveDB sem að þá býður eftir því að við opnum connection eftir að við erum búin að búa til nýjan client, býr til query sem er bara insert into orders, þau gildi sem við erum með, passum upp á það að senda hér nota parameterized query, þannig að við erum örugg þar, býðum eftir því að clientin keyri, ef það kemur upp villa þá segjum við error inserting data og custom einhverju villu og finally hérna, þannig að þá býðum við eftir því að þá gerum við að hvort sem komum villa eða ekki, þá lokum við sambandinu við clientin, þannig að við prófum hérna að kasta einhverju villu, startum þessu með Nodemon, förum tilbaka, gerum senda hérna og eitthvað gerist af því að það vantar villumeðhöndlun, catch errors á þetta hérna fall. Þannig að það er það sem að vankantar þessu lausn sem að við ættum að leysa úr, en gerum ekki núna svo sem. Þannig að nú lokum við þessu hérna og vistum það ekki og lögum þetta, vistum og refreshum hérna, sendum og þá virkaði aftur þegar við lögum bugin, en við duttum út af því að sessunum okkar helst í minni og skráum okkar eftir inn, admin 1, 2, 3 og þá sjáum við hérna og hvernig þetta er gert er þá í admin hlutanum sem er þá að nota eitthvað util fall hérna, já hérna er mér þessi catch errors fallið, þannig að við getum lagað þetta hratt og örugglega hér, sækjum þetta, þannig að þetta, svona getum við nýtt okkur það að exporta einhverju ákveðnu falli hérna til þess að þurfum ekki að gera það ítrekað, þannig að það getur ekki svona. Þetta reyndar ekki async fall, það er bara eitt async fall í þessu hér og það er þetta hér, þannig að setjum hérna catch errors og þá ef ykkur kemur upp á, þá er það meðhundlað. Og við vorum hérna í admin og þá erum við með hérna eitthvað async function data sem að veitar eftir þessu database kalli sem er fetch data og það er þá mjög líkt hinu nema það er ekki verið að insista hinu, það er bara að selekta allt úr orderstöflunni og virkar annars alveg eins og við höfum síðan það er sendt yfir í admin templateið sem er hér, þar er búin til tabla, klassan tabla, búin til headerar og síðan bara fyrir hverja einustu röð þá er bara prentað út ID-ið, date, time, name, SSN, e-mail og amount sem er þá í raun dálkarnir í orderstöflunni okkar. Fyrir download þá eru nákvæmlega sömu gögnin sótt og hér á ofan nema í staðinn fyrir það að birta þau í gegnum pug þá búið hérna til ykkur header sem er í raun þá að búa til headerinn fyrir CSV-ið okkar og síðan möppu við yfir hverja row, þannig að þá tökum við hverja row og búum til comma separated eða semi-comma separated lista af öllum dálkunum, þannig að þetta passar hérna saman. Fyrst er date time, það er date, name, email, email og svo framvegis og þegar við erum búin að mappa þetta þannig að þá erum við raun ekki lengur með hlut sem er með þessa lykla, heldur erum við með strengi sem er þá þessi hér strengur fyrir hverja röð í fylki og við joinum þessu fylki saman með newline sem þýðir þá að við fáum newline lista, við fáum stóran streng út úr þessu hér, þetta verður strengur og síðan segjum við resultið okkar á að vera típunni text CSV og síðan ætlum við að senda header og body þar sem við erum búin að joina það síðan saman með newline. Þannig að þá fáum við út hérna að ég get ítt að sækja og ég datt út af því ég vissi einhver skrá og Nodemon refreshaði, ítt að sækja, þá fáum við hér download, við opnum það og það hendur opnast í Excel og þá fáum við hérna gögnin okkar með vitlausum stöðum að því að ef við opnum CSV-skar og svona þá túlkar Excel ekki við tvöfalda. Þannig að þetta er virknin á þessu og síðan var, ef við skoðum hérna util þá er það í raun bara eitthvað ensure logged in
og cut zeros, þannig að hérna svona í staðan fyrir að skrifa þessu föll á 2 stöðum getum við sett eitt fall, importa þeim þar sem við þurfum þau. Síðan hérna create db skrifta sem les upp úr skema SQL og keyrir hérna run query sem tekur þá í raun bara það sem í þessu hér og keyrir það sem query á móti databaseunum. Þannig að þá það hérna, þá tekur bara inn eitthvað streng og keyrir hann og við getum notað það til að búa til töflun okkar. Þannig að ef þú ert að setja þetta verkefni upp þá getur þú byrjað því að keyra git clone slóðin á verkefnið en síðan getur þú keyrt sem gerir npm install og þá farið upp öll dependencyin. Síðan getur þú keyrt create db sem þá heitið á databaseinu sem þú ætlar að búa til ef Postgres virkar. Þannig að ef við gerum svona, nei, þetta ekki neitt. Allavega það virkar hjá mér, þannig að þá getur gert hérna eitthvað verkefni 2, þá verður til gagnagrunnurinn, þá getur síðan keyrt node create db URLs sem keyrir þá, reyndar eftir að það er búið að laga env og þá getum við búið til töfluna. Þannig að núna ætlum við að setja þetta upp á Heroku, þannig að við kíkjum hérna á Heroku hér, eitthvað test í gangi, en búið til nýtt app, köllum það vefforritun 2, vaf2 sýni lausn og búum það til í Evrópu, búum til appið og við þurfum Postgres gagnagurinn, þannig við ætlum að finna hérna Heroku Postgres og við ætlum að bæta því við ókeypis útgáfunni og við það fáum við hér database URL sem þá það sama í samhenginu fyrir Heroku og það í env-skránni hjá okkur. Þannig að þá fáum við það hér, það einhver gagnagrunnur en við erum bara að nota þetta sem einhvern resource og við ætlum að deploya þessu með git. Þannig að við fyrir hérna og við erum búin að logga okkur inn með Heroku CLI-tólinu, Heroku who am I. Ég Kjartan Gemil sem réttur account, þannig að þá getur ég gert þetta hér. Þá sett upp nýtt remote, git remote vaf, það hérna Heroku og push, þannig við ætlum að pusha þessu núna og þá ætlum við að segja, getum við séð hérna, git add, við erum búin að þessu, git push Heroku master, git push Heroku master, það ítir þá verkefninu okkar yfir á Heroku, þar það sett upp, búið til app install hjá Heroku sem að síðan keyrir og ætlaði virki, launching, já, það komið, þannig að þá getum við opnað þessu hérna slóð, þá kveikir það á þessu og við erum í business. Nú getum við loggað okkur inn hérna, admin 123, en það sem við lendum í núna hérna það að taflan ekki til, þannig að þá getum við keyrt þetta create db skriftu á Heroku með þessi Heroku run node, þannig að allt sem kemur eftir run hérna í raun skipunin okkar, þannig að þá gerum við node create db URLs, þá keyrum við þessa skriftu á Heroku. Ef allt gengur eftir kemur schema created, þá taflan okkar tilbúin og við lokum, þannig að þá getum við farið aftur saman hérna og reloada þessu og þá eru engar fæslur hér, þannig að núna erum við í raun komið með þetta rétt sem við bara asdf example.org 1.1.1.1.1.1.1 senda aftur á forsíðu, stjórnsíða, fæslan komin, við erum með eitthvað í gangi hérna. Þannig að þetta sýnilausn á verkefni 2.